Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst komið að því að tala þáttaröðina Mótorhaus sem að fara á stað aftur. Sælir herramenn. Hæ. Hvað að gerast hjá okkur núna í Mótorhaus? Herru, nú bara sumarið að detta í gírinn. Það ein keppni búin, eða ein í torfæru og ein í drifti og rallycrossi að hefjast og það bara allt að gerast. Já. Bíladagar handa við hornið og spennandi dagar framöndan. Hvernig sjáu þið þessa séri? Þið eru búin að vera svolítið í þessu. Hvernig viðbrögð hafa verið að fá við svona þáttagerðinni? Þetta hefur verið mjög skemmtilegt og vel tekið í þetta því að það blanda af háalvarlegu motorsporti og vel af húmor með sem gerir þetta svolítið skemmtilegt. Svolítið frábrugðið því sem aðrir eru að gera. Sko sumir segja þið síðan eins og Guð og Gokki þetta saman stundum. Eru þið alltaf í ruglinu? Þetta yfirleitt unnið eftir hendinni, en oftast svona lauslegt plan, það ekkert alltaf farið eftir því. Hvernig vinnið þetta? Setjist þið niður og skriftið handrit? Sko, það lausleg hugmynd til staðar þegar það farið á stað, en þetta verður yfirleitt ekki eins og hugmyndin var uppálega, en þetta blessast yfirleitt. Við erum rosalega mikið að vinna bara eftir hendinni. Já, þetta það gerist bara sem gerist einhvern veginn. Þetta ekki alvarlegt. Því að það ekkert með þannig, þegar það ómikið plan þá einhvern veginn verður allt svo stíft og óþjált bara. Leiðilegt. Já, en þannig við ætlum bara ekkert að prófa að vera með eitthvað brjála handrit, við ætlum bara að láta þetta bara vaða. Hvernig er þið búið að líða fyrir framan vélina? Mér líður ágætlega. Já? Já. Þér leiðist ekkert að setja stundum inn klippur á honum þar sem eru mistök og svona? Nei, ég hef alveg húmor fyrir því. Ég veit ekki hvort Brynjar hefur alltaf húmor fyrir því, en það yfirleitt gaman. Ég aldrei spurður að því hvort að ég að fara eitthvað í loftið sko, sem að hefur mistekist. Nei. Fær sennilega vita það eftir á. Nei, sko, þegar ég vinn í þenni vinnu, ég ætla að vinna 8-5 alla daga í að gera við dráttarvélar. Já. Og svo fer ég að gera Mótorhaus með Axel og Þórhalli í Björnró. Þeir setja þetta alltaf inn á morgnana eitt sjáðan. Og ég sé þetta klukkan 5 þegar svona, þú veist, 1.000.000 manns búin að sjá þetta. Og það er bara red light á Facebookinu hjá mér bara, heyrðu, það er bara ekki hægt að gera meira notification hérna. Þú verður að fara að kíkja á þetta. Þá eru þið búin að setja inn eitthvað vídeó af mér, þar sem ég annarkvort úr að neðan eða bera ofan eða eitthvað. Af hverju ertu að fara úr að neðan? Nei, ég bara sagði svona, skilur. Viltu ekki bara hætta því? Nei, þetta ekki alveg þannig. En þú veist, það verður að leyfa fólki að sjá hvað gerist svona off the record líka. Já, nákvæmlega, bak við tjöldin. Já. Og þess vegna að gera að fylgjast með ykkur á Facebook, á Mótorhaus. Já, við erum mjög virkir á samfélagsmiðlunum. Motorhaus.is Motorhaus.is, þar sem við setjum inn alla þættina og reynum að halda svona smá fréttaveitu. Bíladagar, það yfirleitt svolítið stórt á Akureyri að minnsta kosti. Já. Þið ætlið að láta vaða í bíladag? Já, við ætlum að fara mjög djúpt í bíladaga núna. Þeir eru líka óvenju langir. Þeir byrja núna 10. og 11. júní á tvöfaldri torfæru. Og svo eru bara eventar alla dagana. Mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag og laugardag. Já. Og 17. júní á laugardegi og það sýningin. Árlega sýningin í Boganum. Þannig að þetta verður alveg stútfull vika líka bara nýjum eventum sem hafa ekki verið áður. Þannig að endilega tjekkja á því. Það verður mjög gaman að mynda það. Ég held að við erum búin að kaupa einhverjar 20 raflur viðbót. Og kort. Og kort og Taka einhvern orkudrykk. Svo þurfum við eitt bretti orkudrykkjum. Það verður lítið svo í þessa vikuna. Já, það verður sennilega lítið það. En það var, fyrir þá sem eru að fylgjast með, var ekki slys daginn á einhverju torfærunni? Jú, það gerist í Stapahöllum síðustu helgi. Að það var strákur sem heitir Atli Jamil Allansson sem búinn að vera að keppa honum í 2 ár. Hann stökk og lenti fyrir eitthvað illa og fékk hnykk á bakið en hann tognaði, hann hafði sjálf á tæru. En þetta leit ekkert voðalega vel út. Hann var klipptur út úr bílnum, hann var skorið úr veltibúrinu, hann hefði getið tekið hann út úr bílnum í stólnum og þetta. Varstu þarna? Nei, ég fylgdist bara með. Þeir sendu þetta út live á Facebook. Ég horfði á það. Úff. Og en Kalli slapp. Já. Ég sá vídeó á hann á mánudeginum, þá var hann, já, það var eins og væri búið að spelka á hann hrygginn sko, en hann var ekkert þannig sko, hann bara tognaði og fékk í hálsinn. Svona frekar grottalega samt. Haltraði en var farin að gera við bílinn. En það lagi með kallinn sko. Og farin að gera við bílinn, já, einmitt. En þetta var það mikið högg sko, að festingarnar á stólnum sem hann var í, þær bognuðu. Oh my lord. Þannig að það hefur verið þokkaleg hnykkur sem hann fékk á sig,
En það fór betur en áhugast. Nákvæmlega. Er eitthvað í sumar sem að stendur upp úr svona lokum sem að þeir eru spenntasti fyrir? Hvað varðar keppni eða uppákomur? Þú ert að fara til... Ég er að fara til Noregs. Ætlum að fylgja vonandi 2 Íslendingum sem að fara með bílana sína út að keppa í drifti. Vel. Gatibíl. Ok. Mér er ekki boðið með. Nei. Hann ætla bara að halda síns eiginspartí. Já. Það er ýmislegt sem gerist í sumar. Við ætlum að prófa nýja gerða bílum sem að það er komið fullt af sko, en við höfum ekki pröfað það þá því að þetta er nú mótorhaus en þetta er svona ekki alveg eins. Já. Að það kemur bara ljós. Ok, spennandi og voðalegir dularfullir. Og ef að fólk er með einhverjar ábendingar eitthvað sem að gæti verið skemmtilegt að fjalla þá endilega senda okkur línu. Já. Það er alveg option. Yndislegt. Gaman að fá okkur strákar. Alltaf gott að fá smá test og olíu hérna í sætið. Ég held að þetta kannski að kíkja á það ekki, bara eitt trailer frá okkur. Að gera. Tjekkum á þessu. Í næsta þætti af Mótorhaus ætlum við að kíkja á torfæru á Hellu. Fólk fékk þar sem það vildi sjá, held ég. Hvað er þetta að gera á hækjum? Varstu í fótbolta? Nei, ég er bara að passa þetta fyrir vin. Já, getur ekki klikkað. Já, ég er búinn að auglýsa driftbílinn til sölu. Hér með keyri ég ekki meira í vatni.